núna heyrist í mér. Fyrirgeðu þetta, Óskar minn. En verið velkomin í Guðsþjónustunni í kvöld og kórinn, hann búinn að vera duglegur að syngja núna. Þau voru næstu því 45 í dag í athöfninni og það var 7. fermingarathöfnin núna á 2 helgum og 3 svo næstu helgi. En Óskar við flíilinn og búinn að fá til liðs við sig 4 úr kórnum sem að leiða sönginn í kvöld. Ef ekki kynna þér, Óskar, hvernig það? Þekkir það ekki með nafn? Jú, það Sigrún Grettisdóttir, Ragna Ásvaldsdóttir, Þórunn dóttir, Snorradóttir og Rósalind Sigurðardóttir. Já. Og þær munu leiða þetta hjá okkur í kvöld og við ætlum að eiga hérna ljúfa stund og texti dagsins, hann fjallar spurningu lærisveinanna, þar sem þeir eru að spá hver mestur og hvernig völdin og áhrifin virka í Guðsríkinu. Þetta svolítið skemmtilegt. Og í því samhengi þá langar mig bara næst okkur hérna eins í upphafi með ljóði, að því að maður sem mér kær og hann gaf mér þessa ljóðabók þegar ég var vígður og skrifaði inn í hana hérna fyrir 20 árum. Ég var 20 ári í sumarsinni prestur, en hann samdi ljóð sem að mér finnst svo frábært, sem að lýsir því hvað skiptir kannski mestu máli, að vera jarðneskur engill. Boðberar kærleikans eru jarðneskir englar, sem leiddir eru í veg fyrir fólk til að miðla umhyggju, miðla ást, fylla nútíðina innihaldi og tilgangi, veita framtíðarsýn vegna tilveru sinnar og kærleiksríkrar nærveru. Þeir eru jákvæðir, styðja, uppörva og hvetja. Þeir sýna hluttekningu, umvefja og faðma, sýna nærgætni og raunverulega umhyggju í hvaða kringumstæðum sem án þess að spyrja endurgjald. Þetta fallegt ljóð, jarðneskir englar eftir Sigurbjörn Þorkelsson. En við skulum hefja stundina formlega á því að signa okkur og segja í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Svo förum við með upphafsbæn. Amen. Ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú drottin Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Fæstir könnuðust við þess konar mann.
Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Þú
nokkur maður sér. Krossfestur, köldin gröfin beið, þú komst með líf, en mistir þitt leið. Fögur rós, þið fótum tróðu þig, þú fallið tókst og mundi mig öllu meir. Krossfestur, köldin gröfin beið, þú komst með líf, en mistir þitt leið. Fögur rós, þið fótum tróðu þig, þú fallið tókst og mundi mig öllu Ég les úr Jesaja bók. Óttastu ekki, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Gangirðu gegnum vötnin, er ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá flæða þau ekki yfir þig. Gangirðu gegnum eld, skaltu ekki brenna þig, og loginn mun ekki granda þér. Því að ég, Drottinn, er Guð þinn. Ég, hinn heilagi Ísraels frelsari þinn, ég læt Egyptalandi í lausnargjald fyrir þig, Kús og Seba í þinn stað, og þar sem þú ert dýrmætur í augum mínum, mikils metin og ég elska þig, legg ég menn í sölurnar fyrir þig og þjóðir fyrir lífið þitt. Óttastu ekki, því að ég er með þér. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Svo les ég úr bréfi Páls til Filippímanna, sem stundum hefur verið kallað bréf gleðinnar. Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppörvar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst þar ríkir hlýja og samúð. Geri þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama kærleika, einn hug, eina sál. Gerið ekkert af eigingirni eða hégómagerind, verið lítillát og metið hvert annað meira en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari og Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið honum og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er Drottinn. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þú gafst mér, Jesús, gleð og frið. Ég gat sem barn þig tala við og sorgin aldrei yfir sálu mína. Tilveran var traust og hlý, tært var loftið hvergi ský og tilvalið að rópa halleluja, halleluja, halleluja.
Víst við höfum langan veg, ljúfi Jesús, þú og ég. Þú gafst mér styrk, ég stóð í skjóli þínu. Vinir brugðust von og þrá, marstu drottinn en mér hjá. Skilið mitt og skjöldur, halleluja, 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 Þú barst mig gegnum erfið ár, öll mín grætir hjartasár. Enginn vinur sem drottinn Jesús. Burt hann fór, hann býr mér stað, og brátt fæ ég að reyna það. Í sölum þeim og syngja halleluja, 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 Þá bið ég ykkur sem eigið auðvelt með að rísa á sætum við heyrum heilagt guðspjall sem skrifað hefur guðspjallamaðurinn Markús. Yfirskriftin Sá mikill vill verða. Þá komu til Jesú Jakob og Jóhannes, synir Sebedeusar, og þeir sögðu við hann: Meistari, okkur langar að þú gerir fyrir okkur það sem við ætlum að biðja þig. Hann spurði þá: Hvað vil ég að ég geri fyrir ykkur? Þeir svöruðu: Veit okkur að við fáum að sitja þér við hlið í dýrð þinni, annar til hægri handar, þér og hinn til vinstri. Jesús sagði við þá: Þið vitið ekki hvers þið biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég drekk, eða skýrst þeirri skýrt sem ég skýrist? Þeir sögðu við hann: Það getum við. Jesús mælti: Þann kaleik sem ég drekk munu þið drekka, og þið munu skýrast þeirri skýrt sem ég skýrist. En ég ræð því ekki hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það fyrir búið. Þegar hinir 10 heyrðu þetta, gramdist þeim við þá Jakob og Jóhannes. En Jesús kallaði þá til sín og mælti: Þið vitið að þeir sem teljast ráða yfir þjóðum drottna yfir þeim, og höfðingjar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal ykkar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar þjónn ykkar. Og sá vill vera fremstur meðal ykkar sé allra þræll. Því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjald fyrir alla. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Skulum játa okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum,
steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Drottinn Guð minn, hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm, enginn hér. Þig vil ég utan
Já, það spurt, sá vill mikill verða. Og Jesús, hann bendir lærisveinunum á að þið viti að þeir sem teljast ráða yfir þjóðunum og drottna yfir þeim og höfðingjar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En svo segir hann, en ekki sé svo meðal ykkar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar, þjónn ykkar. Og sá sem fremstur vill verða meðal ykkar, sé allra þræll. Þetta ríkt stef í kristinni trú, að líf okkar, það ekki sett í samhengi nema að tengjast öðrum. Við höfum þann tilgang að tengjast öðrum og að þjóna öðrum. En í nútíma samfélagi, markaðssamfélaginu, þá svo oft sem að við finnum að það verið að halda öðru að okkur. Það alltaf verið að segja okkur skorti eitthvað meira, við þurfum að kaupa einhverja vöru og þá eignumst við hamingju, eða frægð og frami og völd oft tenging við mikla getu í einhverjum íþróttum eða að eiga mikið af peningum. En Guðsríkið, það snýr þessu öllu á hvolf. Þar segir Jesú að sá sem vill vera mestur meðal ykkar, það hann sem að þjóni og sé í rauninni bara eins og þræll. Og það þetta með að mátturinn, hann fullkomnast í veikleika. Þessi orð sögð með mismunandi hætti oft í gegnum Biblíunni. Þetta svona eins og rauður þráður í kristinni trú að í veikleikanum ákveðin styrkleiki sem birtist okkur bara í því að Jesús var krossfestur, hinn fullkomni veikleiki, þar sem að hann var saklaus, settur upp á krossinn, en það hið stóra og mikla sigurtákn. En það svo merkilegt að rannsóknir á hamingju, og það hefur nefnilega verið mikið unnið í þeim að rannsaka hamingjuna, að sýna okkur núna að það nákvæmlega þetta sem að skapar dýpstu lífshamingjuna. Það sem Jesús segir hér, sá sem vill mestur verða meðal ykkar, það sá sem að þjónar öðrum. Og það líka verið að tala mikið svo kallað berskjöldun í þessum rannsóknum, og það kona sem að gerir mikið rannsóknum og á einn þekktasta TED fyrirlestur sem að hefur verið haldinn, Brené Brown, hún talar alltaf kraft berskjöldurinnar. Og það rauninni bara að geta horfst í augu við það að við erum ekki fullkomin. Og Leonard Cohen, það var nú sungið laglínan hans við íslenskan texta, við lagið Halleluja, að hann segir svo skemmtilega í einni tilvitnun, there is cracks in everything, that's how the lights get in. Eða það að segja að það sprungur í öllu, en það líka þar sem ljósið kemur inn. Þegar við leyfum okkur að vera berskjölduð og þykist ekki vita allt, sleppum hroka og sleppum tökunum á því að það allt í lagi að vita ekki allt, þá byrjar oft tengingin. Ef þið hugsið til dæmis yfirmann eða fyrirliða eða einhvern sem í ykkar lífi hefur svona verið aðeins hærra sett en þið á einhvern hátt, að það yfirleitt ekki sem maður hugsa, já það var svo dásamlegt þegar ég var með hrokagikkin yfir mér maður, sem allt vissi og vildi aldrei sýna neina veikleika og jafnvel sagði ekki satt þegar hann vissi ekki eitthvað, heldur þóttist vita. Maður horfir frekar til þess að það var gott að hafa einhvern sem gat verið svolítið berskjöldur og stundum bara sagt, þetta veit ég ekki, en getur þú lagt eitthvað til? Getum við hugsað þetta saman? Að því að í berskjölduninni og í sprungunum, þar verður ákveðin vöxtur. Og í því að horfa ekki bara á sjálfan sig í þeim tilgangi að maður stækki og við verðum sterkust, best, ríkust og valda mest, heldur hugsa það hvar get ég þjónað og látið gott af mér leiða, að þá vöxum við. Það rannsóknir að sýna. Og
Og það til dæmis talað það í svona hamingjufræðum að það sem kallað gleði gefandans eða the helper's high. Og rannsóknir í Harvard-háskólanum, þær hafa sýnt að þeir sem að hjálpa öðrum eru hamingjusamari en þeir sem ákveða að gera það ekki. Og það var að gera rannsókn að sem að fólk var látið að fá peninga og annar hópurinn átti að fara að kaupa eitthvað fyrir sjálfan sig en hinn átti að taka peningana og gefa einhverjum þá, gleðja einhver aðra með því. Og marktækt voru þeir miklu hamingjusamari sem ákváðu hvað? Að hjálpa öðrum. Og þannig erum við að tala náttúrulega peninga sem að eru fyrir utan nauðþurftirnar eða grunngildin. Þú veist, ef maður á eitthvað afláts og getur nýtt það í aðra, þá skapar það meiri hamingju að þjóna öðrum. Og þegar við gerum það, að þá sýna líka rannsóknir að það losnar í heilanum dópamín, oxytocin og endorfín. Og það að mynda tengsl við aðra, það dregur úr streitu og styrkir ónæmiskerfið. Jesús, hann vissi þannig að við erum hönnuð fyrir tengsl og með því að horfa á hann sem fyrirmynd þá virkjum við okkar dýpstu hamingjukerfi. En svo það líka þetta með veikleikan og berskjöldunina að fólk sem þorir að sýna veikuhliðarnar og biðja hjálp og viðurkenna ófullkomleika sinn, það yfirleitt fyrr til að upplifa nánd, dýpri nánd og minni einmanaleika. Við þurfum nefnilega ekki alltaf að reyna að vera sterk. Við getum líka lent í því ef við ætlum alltaf að vera það að þá einangrum við okkur. Hamingjan felst nefnilega í því að þurfa líka á öðrum að halda og veikleikinn getur verið brúin sem hleypir fólki að okkur. Mér fannst svo sterkt, ég var að tala við fólk í vikunni sem að misti föður sem ég þekkti líka svolítið, það var svo fallegt sem að dætur hans sögðu og það var það að þegar hann gerði mistök sem hann gerði stundum, hann var þeim dásamlegu faðir, að þá var hann alltaf svo fljótur að koma og biðjast afsökunar. Og meira að segja stundum þá fór hann kannski eitthvað upp í skapinu og skammaðist og svo var hann ekki alveg búin að því og þá ætlaði svona mamman að fara að sjatla málin, þá stoppa hann svona, nei, þú varst ekki að gera þeim neitt, það var ég sem var að klikka, það var mitt, ég ætla að fara og laga þetta. En það er í þessum breyskleika, í þessari sprungu, ef við notum orð Cohen, að þá urðu dýpstu tengslin við pappa. Og það er akkurat þessi berskjöldun, að þegar við göngumst við því að við erum ekki fullkomin, en erum tilbúin að leggja það á spilið, að þá verður til brú og sátt. Og ef þið hugsið aðeins líka bara það, hvaða fólk hefur kennt ykkur þetta? Og hvernig leið ykkur þegar þið funduð að einhver var tilbúinn að þjóna ykkur? Gerði eitthvað miklu meira en þið gátuð beðið og það kom ykkur yfir einhverja brú, yfir einhver hjalla, eða veitt ykkur vangi, reist ykkur upp. Það er svo mikill kraftur í því að þjóna öðrum og við erum kölluð til þess. Og þegar við leyfum okkur það, að þá stækka líf okkar, það verða dýpri tengsl og það er það sem að Kristur kallar okkur til. Þjónusta, hún veitir okkur tilgang. Þegar við þjónum öðrum, þá hættum við nefnilega líka einblína á okkar eigin kvíða og okkar vandamál, sjónarhornið það stækkar. En gott fólk, við skulum taka okkur smá tíma núna til að sitja aðeins í kyrrðinni og hugsa, hvar get ég þjónað? En líka kannski bara þakka í huganum einhverjum sem hefur þjónað okkur og biðja Guð að opna augu okkar og blessa þau sem hafa þjónað okkur.
Guð, takk fyrir að þú mætir okkur í veikleik okkar og brestum. Hjálpa okkur að treysta þér fyrir því að þar getur þú komið þitt ljós inn og byggt brýr. Hjálpa okkur að vera auðmjúk og tilbúin til að mynda tengsl og þjóna kærleikanum og þínu ríki til dýrðar. Þess biðjum við að hjarta í Jesú nafni. Amen. Og þá að koma að bænastundinni hérna hjá okkur í Lindakirkju og við fáum núna nokkur lög sem það syngir fyrir okkur og meðan að lögin eru þá nýtum við tækifærið og biðjum til Guðs eftir friði, rósemd, eftir visku og leiðsögn, uppörfun og styrk eða vörpum því sem við höfum áhyggjum af til Guðs. Það það sem bænin hjálpar okkur með og það eru margar leiðir til þess að geti setið bara sem þið eru. Það má líka fara og kveikja á bænakerti hérna við bænaaltarið. Það eru líka blöð eða þið viljið skrifa niður bænarefni sem á ykkur hvíla og það eru hópur sem biður fyrir þeim. Svo kannski eitthvað sem þið viljið þakka fyrir. En umfram allt nýtið tækifæri til að sitja í kyrrðinni og tengjast Guði í gegnum bænina. Var það í byrjun vikuna, þá vel ég heyrðir engill, sagði hvert sérðu þar? Jesús ei hér, hann upprisinn á ný. Þá ég aftur heyrði það, mig nefndi
eins var það í byrjun vikunnar. Þá víst minn Drottinn sagði, leita hjá mér huggunar. Guð, við komum hér fram fyrir þig í þeirri vissu að þú ert nálægur okkur hér í dag. Þú ert nærri okkur hverja stund. Hjálpað okkur að leita til þín eftir styrk og visku. Við felum þér allar þær bænir sem hér voru beðnar áðan. Þú þekkir hverja og eina bón sem að send var til þín. Heyrðu bænir okkar.
Og þessari stundu viljum við líka sérstaklega biðja fyrir öllum þeim sem að syrgja og sakna, sem að finnst stóllinn svo tómur og eiga í erfiðleikum vegna söknuðar. Komdu til þeirra með þína huggun og styrk og leyfðu þeim að finna að ástvinir þeirra hvíla öruggir hjá þér. Jesús, við biðjum líka fyrir öllum þeim sem eigum sárt að binda og búa við veikleika og veikindi. Við biðjum þig að vera með læknunum og hjúkrunarfólkinu sem sinnir þeim. Við biðjum fyrir þeim sem að búa við stríðsástand og við köllum eftir friði. Fylltu hjörtu valdamanna af þínum friði. Jesús, við leggjum líka í þínar hendur öll þau sem búa við kvíða og erfiðleika, þau sem hafa áhyggjur af fjárhag, þau sem eru í klóm fíknar, en líka þau sem eru einmana. Opna þau okkar fyrir því hvar við getum þjónustað og lagt kærleikanum og þínu ljósi lið. Blessaðu kirkju þína, vaktu yfir ráðamönnum og íslenskri þjóð, en allar okkar bænir felum við svo í bæninni sem að þú kendir og segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá er þessari guðsþjónustu senn að ljúka, en samkvæmt hefðinni bið ég ykkur sem er auðvelt með að rísa á sætum og meðtaka hérna drottinlegu blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og ég hvet ykkur til að standa áfram ef þið vilt með, því að við ætlum að syngja saman loka söngin sem er kvöldsöngurinn og vef mig vængjum þínum. Fyrir þau sem hafa farið í vatnaskó þá er þetta alltaf sungið í lok allra kvöldvagna þar. Og einstaklega fallegu sálmur, svona kvöldsálmur. Jesus, yeah.
Sigrún, Rósalind, Þórunn, Ragnar og Óskar. Takk fyrir þessa huljúfu tóna sem við fengum að njóta með ykkur í kvöld. En svo minni ég að páskarnir nú framöndan, það pálmasunnudagur næst og nóg að vera í Lindakirkju yfir páskahátíðina. Hvet ykkur til að skoða það á lindakirkja.is og þakka ykkur líka sem að fylgdust með í streyminu. Og ef þið eru með bænarefni þá er það bara lindakirkja.is. En förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já!